og kirkjan heldur velli jafn blómleg og áður. Jesú er hinn sami. Stór og öflug skip nútímans eru góðu allt saman það en fráleitt 100% örugg. Fréttir að skipsköðum færa okkur heim sannin það mál. Stórt farþegaskip steytti á skeri í byrjun ársins og lagðist á hliðina með mannskaða. Sjá má að bæn fyrir sjómönnum er enn jafn mikilvæg nú og hún áður hefur verið. Hinn trúaði muni eftir sjómannastéttinni og vaki yfir henni því að Drottinn vill að það sé gert vegna þess sem á undan gengi, sem einnig er afskaplega merkilegt að hugleiða. Við höfum góðan Guð. Þegar menn eru án Jesú er eins með það og margt annað að til að mynda upprunin er ekki skýr hjá þeim. Eitthvað í þeim sjálfum fyrir að kalla eftir svörum þarna og leitef sem leiði þá í eitt og svo annað og hingað og þangað. Þeir prófa þetta og hitt og gera margt til að svala forvitni sinni ef skekkinni að svari væri á einhverjum þessara staða. Í eðli mannsins er element sem knýr hann til að leita. Forvitnin er manninu nefnilega í blóð borin og líka fyrir eigin uppruna. Forvitnin er mögnuð. Fyrir forvitnina taka þeir sinn fyrsta vínsopa, ekki satt, og sinn fyrsta smók af fíkniefnum sem síðan leiði marga af þeim og helst slóð. Fyrir forvitni byrja þeir í þessari eða hinni vinnunni til að mynda sjómennsku. Og fyrir forvitnina og leitina sem hún knúði fram kemur Kristur. En svarið og afleiðingar svarsins er ekki augljós. Eins og sést í þeim tilvikum þegar illa fer og hinum megin, þegar umsnúningur verður lífi fólk og það byrjar að blómstra. Allt vegna þess að menn leituðu af forvitni. En forvitni rak þá samt ekki í öllum tilvikum inn á réttar slóðir. Og hér er vandi sem gæti skorður líf og dauða. Svo alvarlegt er raunverulega málið og leit mannsins. Aflið sem vill beina fólkinu á villigötu heitir synd. Syndin heldur manninu við sína leit og gæti sín á að hann fái aldrei réttar upplýsingar segjum uppruna sinn, vegna þess að syndin byggir upp rangan veg sem afgreiðir sannleikan út af borðinu. Maðurinn er áfram á vegi blekkinga og lyga. Munum að Guð skóp alla menn. Hann er því uppruni hvers einstaklings. Leitin hættir ekki fyrir heldur þessi mál komast á hrein og bara í Jesú. Að lifa í synd og dvelja dagrinlöng í synd er engin leikur, heldur dauðans alvara og skamminu unaður syndar. Syndin, vinir, er hrikalegt afl. Synd leiðir til dauða. Leitandi manneskja er á vissu hættusvæði í sinni andlegu leit, verið að tala hana hér, og ljóst að ýmislegt mun reka á hennar fjörur og kveikja henni áhuga og segja við hana, hér er það, þar er það. Og menn hlaupa hraðlaup til hægri og svo sprett upp til vinstri án þess að finna fullnægjuna sem sannleikur gefur öllu fólki og allir þurfa að hafa fastan og fullan aðgang að. En að leita og vilja finna er fullkomlega eðlilegt. Líka að leita á röngum stöðum sé hortir vaðandi og blekkjandi syndarinnar sem er yfir öllu sem ekki er frá Kristi. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáum ekki lengur og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. En hver er það synd að trúa ekki á Jesú og hvað er rangt við að velja sér sin eigin átrúnað eins og sumra er siður? Einfalt svar er til. Jesú er aðilinn sem sendur var frá himni til bjarga hverju mannsbarni frá synd og dauða. Engin annar kemur í hans stað.
sem og ástæðan fyrir að trúin nauðsynleg. Hyggja mannsins hafnar svona boðskap og gerir eins heilagur andi, gjöfin frá himnum, kemur. Þá líka breytist afstæðan og maður snýst til lífsins í ævarandi þakklæti og hefur fundið raunverulegan uppruna sinn. Kristur málið. Þegar Kristur opinberast mannanum segir hann sjálfur verkið að Guðsríkið sé þá komið yfir hann. Með Guðsríkið hið innra lýkur allri leit. Spurningunum sannleikan hefur verið svarað. Þegar maður loks finnur og kemur til drottins, fara ekki bara honum byrðar sem hann hefur borið mest allt sitt líf og við þar bæst eftir því sem aldurinn færist yfir, heldur færa hann með trúni nokkuð sem knúði hann alltaf út í sína leit og opinberaðist sannleikurinn loksins mætti og spurningaflórunni lauk. Í sannleikanum friður og maðurinn hefur ráðrum til að vaksa í sínum sannleika og líkjast honum æ meir sem gaf honum sannleikan, Jesú Kristi. Að tala út boðskapinn sannleikan mikilvægt og má ekki þagna og mun heldur ekki fá að gerast vegna þess að Drottinn sjálfur vakir yfir sínu orði. Afskaplega merkileg hugsun. We have seen the pain that shaped our hearts, and in our shame we're still breathing, 'cause we have seen the hope of your healing rising from our souls. Is the feeling we are drawing close, your light is shining through. So wake up, wake up. Í gegnum tíðina hafa ófáir íslenski sjómenn horfið í hafið og ekki spurst til þeirra meira. Þetta hörmulegt því á bakvið hvern einstakling bæði ungt og gamalt fólk sem á sárt að binda og verður að glíma við sorgina. Þetta skulum menn ávallt hafa hugfast. En slysumönnum gerast. Bæn besta vörnin gegn sjávaroska og slysum almennt. Þennan sannleika vita margir og eru ósparir við að láta Jesú vita sitt fólk til örugt sé að fólki komi heilt heim. Fyrsti togarinn sem byggðu var sérstaklega handa Íslendingum hét Jón Forseti. Þetta var stórt skip á þeirra tíma mælikvarða en fórst við Stafnes eftir að hafa verið í fullum rekstri í rúm 20 ár. Gefum víkufréttum frá 28. ágúst 2008 orðið. Minnisvarði Jón Forseta afhjúpaður. Minnisvarði strand togarans Jóns Forseta var í gær afhjúpaður á Stafnesi. Jón Forseti, R108, markaði tímamót í íslenski útgerðarsögu en hann var fyrsti togarinn sem smíðað var fyrir Íslendinga og kom til landsins þann 23. janúar 1907. Að morgni 28. febrúar 1928 strandaði Jón Forseti við Stafnes. Á þeim tíma voru engin tæki til björgunar starfa og engin vegur né sími var á Stafnesi. Báta voru sendið frá Sandgerði með olíu til að hella í sjóin og reyna þannig að lægja öldur. Áhöfninni tókst að láta flota reka að landi sem var til þess að hægt var að draga litla skektu að skipinu og þannig tókst að bjarga 9 mönnum. Þegar ekki var lengur hægt að nota skektuna voru 3 menn eftir á lífi borð í togaranum. Ákváðu 2 þeirra að fara úr sjóstökkum og stígvélum og fara í sjóin og stóru öldu sem bar þá langa leið að landi. Annað þeirra komst lifandi til lands en það var Frímann Helgason. Hann var þá 18 ára og var síðar kunnur íþróttamaður. Strand Jóns Forseta var mikið áfatt fyrir íslensku þjóðina. 15 menn drukknuðu í sjóslysinu. Forsetinn hafði verið flaggskip íslenskra togara árabil. Slysavarnafélag Ísland var nýstofnað á þessum tíma og setti krafti að stofna slysavarnadeildir landið. Svo fyrsta var stofnuð í júní 1928 í Sandgerði.
Hún hlaut nafni Sigurvon.